Komið sæl, velkomin, tjók. Ég veit ekki hvernig að byrja þetta, það eru 2 ár síðan ég tók upp síðasta YouTube myndband. Ég fór að hugsa hvort ég væri kannski orðin of gömul til að uploada YouTube-vídeó. En svo fór ég að hugsa þetta meira og bara, nei, og hverjum ekki sama. En ég spurði daginn á Instagram hvort að fólk myndi vilja sjá vídeó, ef ég fer að gera aftur svona lengri vídeó, hvort að fólk myndi vilja sjá þau á Facebook eða YouTube og flesti sáðu YouTube. Þannig að, já, hingað ég komin. En á þessum 2 árum hef ég kannski breyst smá. Neysluhyggja hræðir mér rosalega mikið og ég veit að samfélagsmiðlar spila þar svolítið stóran part. Ég vil alls ekki vera valdið þess að fólki finnist að þurfa að kaupa eitthvað sérstakt eða eitthvað svoleiðis. Heldur langar mig að hafa það kannski frekara markmiði að mæla með einhverju sem er mikið notagildi í, sýna ykkur alls konar leiðir til þess að nota dótið ykkar. Eins og kannski einhverju sá á Instagram daginn, þá langar mig að byrja að pæla aðeins meira í því hvað ég er að kaupa af fötum. Vera meira svona ábyrgari neytandi og pæla svolítið í því hvar fötin mín eru búin til, hver bjóði til, hvort að manneskjan sem að bjóði til fær borgað fyrir það. Þannig að ég fór að pæla svona aðeins meira í slow fashion og svo náttúrulega þessi hugtök eins og sustainable og ethical fashion og allt þetta. Kannski þýðir ekki alltaf það sama, þannig að ég mun kannski fara aðeins betur í það bara í öðru vídeói. En svona í stuttumáli þá langar mig að minnka fast fashion hjá mér, ef ekki bara hætta að kaupa fast fashion. Ég get samt ekki lofað því, ég er ekki fullkomin. Kannski sé ég eitthvað ógeðslega flotta flík í Söru og ég bara verð að kaupa hana. En annars hef ég ekki verið mikið að kaupa, hvort sem það eru snyrtivörur eða föt, bara núna í svolítið tíma. Já. Mitt svona kannski, hvað ég segja, neyslumunstur hefur breyst svolítið mikið eftir að ég eignaðist 2 unga börn í einu. Ég hef ekki mikinn tíma til að mála mig, ég hef ekki mikinn tíma til að pæla í einhverjum palettum sem eru nýkomnar út og eitthvað svoleiðis. Þannig að ég kannski svolítið að vinna með færri vörur í einu heldur en áður. Og fötin mín, mér finnst þau þurfa að vera þægileg og ég vil að þau séu úr góðum efnum. Það er verið að æla á mig allan daginn, fattið. Þannig já, þetta er mér svolítið ofalega í huga núna að vera svona ábyrgari neytandi og vera ekki að stuðla að neysluhyggju. Þó að, eins og ég sagði áðan, ég sé ekki fullkomin og ég mun halda áfram að sýna ykkur einhverja snyrtivörur hérna inná og kannski sjáu þið mig einhvern tíma með H&M-poka og þá megið ekki taka mynd af mér og senda mér og segja ég sé svikari eða eitthvað. Og ég er alls ekki að reyna að breyta heiminum eða þykist vera einhver dýrlingur. En mér langar að vera meðvitaðri það sem ég er að kaupa. En ég held auðvitað áfram að nota fötin mín sama hvaðan þau koma. Næstu kaup sem ég geri munu verða skynsamleg kaup. Og mér langar líka að versla meira second hand. Eins og ég gerði einu sinni, þá verslaði ég eiginlega allt second hand, ekki nærfötin mín. En mér langar svolítið að fara aftur yfir í það. Kaupa meira second hand úr góðum efnum, eitthvað sem ég get notað við alls konar tilefni, dressað upp og niður og svo framvegis. Þetta er alveg ég, en ég var dottinn smá í svona fast fashion, svolítið mikið að shoppa á ASOS, bara svona eitthvað. Og núna þegar ég er aðeins þyngri heldur en venjulega og ég passa ekki í gömlu fötin mín sem að ég átti áður en ég varð ólétt í stelpunum, þá vantar mér föt. Og ég er að finna það svona í fyrsta skipti eiginlega bara á ævinni, bara mig vantar föt, mig vantar buxur. Þó mér finnst það þægilegt að vera bara í joggingbuxum alla daga. Þannig að ef þið eru að hugsa af hverju fer hún ekki bara í eitthvað kaupbann og hættir að kaupa föt, þá nákvæmlega. En ég ætla að byrja þetta ár á að tala svona uppáhaldsdót. Ég myndi ekki segja að þetta væri uppáhalds 2018 af því að 2018 var svolítið skrítið ár. Ég málaði mig saman sem ekki neitt, ætli ég hafi málað mig kannski 20 sinnum. Ég var eiginlega alltaf í sömu náttbuxunum, þannig að þetta er meira svona kannski eitthvað sem ég er búin að vera að nota síðustu vikur. Og ég ætla að byrja á snyrtivörum. Ég var einhvern tímann búin að segja ykkur frá á einhverjum miðlum, ég er á svo mörgum miðlum, að þetta hérna væri uppáhald hjá mér. Þetta eru sem sagt svona rakaspray frá Body Shop. Þetta er jarðarberjasprayið og þau hafa svona mismunandi eiginleika. Þetta hydrates, smooths og makeup friendly. Þau eru öll makeup friendly reyndar. En þetta er bara svona uppáhalds áferðin mín sem kemur af þessu. Ég nota þetta svona bara yfir daginn þegar mér vantar smá svona pick me up af því ég er oft mjög mygluð og ljót. Finnst mér gott að spraya þessu á mig svona yfir miðjan daginn eða á kvöldin þegar ég er upp í sófa að rotna. Þessu sprayi líka við farða. En mest nota ég þetta þegar ég setja á mig CC kremið mitt sem ég ætlaði einmitt líka að tala um.
sem er þetta hérna, It Cosmetics CC kremið. Þá setja smá, svona 3 dropa af CC kreminu á farðabursta minn, spreyja svo á hann og ber á andlitið. Þá einhvern veginn svona, sorry, ég var bara að fá mér. Þá verður einhvern veginn svona meira úr CC kreminu, það dreifist betur úr því. Ég er ekki að leitast eftir mikilli svona þekju þessa dagana, heldur vil ég bara eitthvað svona létt. Og mér finnst þetta svo góð leið til þess að nýta það betur og gefa svona aðeins meira ljómandi áferð. Það er mismunandi lykt af þeim og það er reyndar eitt sem er dewy, það er með rósalyktinni en ég fæ hausverka rósalykt þess vegna nota ég það ekki. Þannig að ég mæli hiklaust með þeim. Ég nota mest þetta hérna jarðarberja. Lykta svolítið svona eins og 10 ára stelpa alltaf í framan og svo nota ég líka kókonött svolítið mikið. En ég ætlaði einmitt að segja ykkur meira frá þessu CC kremi. Þetta er í rauninni bara eins og farði fyrir mér. Ég hef ekki notað neitt annað síðan ég keypti þetta. Ég prófaði einu sinni að setja á mig venjulegt make og mér fannst ég ógeðsleg. Ég er orðið svolítið svona góðu vön. Þetta er full coverage en eins og ég segi, ég notaði ekki sem slíkt. Þetta er sem sagt bara þetta venjulega, það er líka til svona ljómandi en áferðin finnst mér bara einhvern veginn ótrúlega falleg. Ég púðra aldrei yfir þetta. Þetta er samt ekki svona ótrúlega matt fatti en það blandast einhvern veginn svona vel inn í húðina, tollir vel. Your skin but better, einhvern veginn. Ég er með litin Fair. Þetta fæst ekki á Íslandi, þetta fæst í Sephora. Þetta er eitt af þessum fáu merkjum í Sephora sem er cruelty-free. Og þetta er rosalega vinsælt krem og það voru allir búin að prófa þetta undan mér. En ég bara gat ekki sleppt því að tala um þetta af því ég er svo rosalega ánægð. Ég verð að redda mér annarri túbu þegar þessi er búinn. Ok. Með annað spray sem ég er búin að nota, held ég hafi eignast það miðjan desember. Ég fekk þetta sem gjöf frá Fotia. Mario Badescu andlitsspray með kamilu og aloe og lavender. Það er ekki langt síðan ég hataði lyktina af lavender, en vá, ég er búin að baða mig upp úr þessu. Þetta nota ég eins og hinn sprayin. Nema kannski meira þegar ég er búin að vera svolítið svona pirruð í húðinni. Ég setja líka ofta á hana þegar ég er búin að þrífa hana og mér finnst ég kannski svolítið svona rauð. Og þetta einhvern veginn svona róar hana og gefur henni rakabúst. Það er svona svolítið þerapía að spreyja þessu framan í sig út af lavendurlyktinni. Hún er svo róandi. Maskari sem kom mér heldur betur á óvart er þessi hérna, Worth the Hype frá NYX. Ég hef aldrei fundið neitt maskara frá NYX sem ég fíla eins vel og þennan. Hann er bæði til að lengja og þykkja. Og burstinn er svona. Ég hef engan annan maskara notað síðan ég eignaðist þennan. Þennan fékk ég að gjöf frá NYX Professional Makeup á Íslandi. Mæli með honum. Í augabrúnirnar er ég búin að vera að nota þetta hérna. Þetta er svona pomade frá Nabla. Sjáðu þið, bara svona kremkennd vara sem ég nota með skáskornum bursta. Liturinn sem ég nota er Neptune. Ég er með þetta í augabrúninu núna. Vá, það er eins og hárið mitt sem ekki skítugt, það er ekki skítugt. Þetta er svona milli öskubrúnn litur eitthvað. Þess að hann passar svolítið vel þegar ég er með ljóst hár eða eitthvað svona fjólutón í því. Sá augnskuggi sem ég hef notað langmest er þessi hérna. Þetta er Urban Decay Diamond Dog. En þetta er svona shimmeraður brúnn augnskuggi sem ég nota rosalega mikið, ég með hann á mér núna. Ég ger oft bara svona ótrúlega fljótlegt smóki með brúnum blýanti. Og set hennan bara svona laust yfir, stundum bara fyrir með puttan með sjóni og set hann á augnlokkið. En mér finnst það bara eitthvað svo fallegur, shimmerið svona, það kemur svona hálfgert svona wet look einhvern veginn. Þetta væri djam augnskuggi minn ef að ég færi ekkert inn á djammið, en ég fer aldrei á djammið. Ekki fara á djammið sinni hitt fyrir. Herri, aðrir augskuggar sem að ég er búin að vera að nota mikið eru Down to Earth augskuggarnir frá The Body Shop. Þá sérstaklega þessi hérna. Nýjasta formúlan hjá Body Shop og augskuggum er rosalega góð. Ég held að sé svona ennþá svolítið innprentað í fólk að Body Shop sé meira svona andlitsvörur og líkamsvörur og make-upið sé kannski svona annars flokks, en það er bara ekki tilfellið. Augskuggarnir eru orðnir mjög góðir og þessi sem ég nota mest eru Kaku Jasper og Hala Pink Topaz. Og það eru rosalega margir fallegi litir eins og þessi hérna, Caramel Jade og Utah Tiffany. Það eru þessi hérna, þessi fjólblá og græni. Og þeir eru mjög pigmentaðir, auðvelt að blanda þá út og ég er bara hrikalega ánægð með þá. Og þið kaupið ásast í svona stöku og svo getið þið keypt svona box til að raða í. Það er til hérna fyrir 4 og fleiri. Þannig að það er mjög hentugt. Að lokum í snyrtivörunum langar mig að tala um bursta sem ég er búin að nota svo mikið.
þegar ég hef málað mig. Já, það eru þessir hérna bláu frá Real Techniques. Sorry, þeir eru allir ógeðslega skítugir af því ég nota rosa mikið. Ég er mjög hrifin af þessari línu. Bæði fyrst við fallegir og svo eru þeir rosalega mjúkir og góðir. Þetta er náttúrulega ekki dýrahár sem er alltaf plus eða fyrir mig algjört must. Og þessi hérna er alveg sérstaklega mjúkur og góður. Ég nota þennan í púður og sólapúður og þennan líka. Yfirleitt nota ég þennan í púður, þennan í sólapúður. Af því að mjókka svona upp þá get ég fókusað líka svolítið svona á einstök svæði. Og þennan hérna hef ég sennilega verið að nota hvað mest. Þetta er svona blenderbusti sem mjókkar svona upp. Þannig að það er ótrúlega auðvelt að fara með hann í glóbuslínuna. Og af því að hann mjókkar svona upp, hann er svona skorinn hér. Þá finnst mér rosa næs að bara pikka upp vöru með honum og fara beint í glóbuslínuna og blanda. Ég þarf ekki sérst að leggja augnsugan fyrst á svæðin, taka svo blenderbust að fara með í fatti, heldur bara að nota í þennan í allt. Ég veit ekki hvort ég er að meika nokkuð sens, en það bara útskýri það fyrir ykkur seinna. Sýn ykkur hvernig ég nota hann seinna. Ég ætla að sýna ykkur nokkrar flíkur sem ég er búin að vera að nota mikið. Og þetta er náttúrulega ekkert endilega slow fashion. Þið verða að hafa það í huga að Róm var ekki byggð á einu degi. Þennan hérna, ég seti inn einhverja betri klippu á honum. Kannski fer ég bara í hann fyrir ykkur. Nei, en því örugglega ekki. Þetta er svona smekk kjóll. Hann er frá Monkey og hann er úr svona grófu flaueli. Ég hef alltaf verið mikill sucker fyrir grófu flaueli. Mér finnst það svolítið svona 70s og skemmtilegt. Þetta er svona meaty kjóll. Þannig að hann er ekki alveg golfsíður, en á mér er hann samt mjög síður af því að ég er frekar stutt og hann er svona oversized, svolítið boxy, þannig að þetta er ekkert rosalega sexy kjóll, en það var líka ekki planið að vera sexy. Heldur að nota hann með bara bókstaflega hverju sem er. Ég nota hann yfir þykkar peysur, þunnar peysur, rúllukrafabóli, hljómsveitabóli og bara hvað sem er. Það er alveg ótrúlega mikið notagildi í honum og ég er rosalega ánægð með hann. Ég hef notað hann mikið með þessum hérna innan undir, sem bara hvíta rúllukrafabból. Og ég veit ég á eftir að nota þessa flík bara endalaust. Held að það sé æla á honum eftir eitthvað barn. Önnur flík sem ég er búin að nota rosalega mikið, þetta er þriðji veturinn sem ég nota þennan jakka. Þetta er svona loðjakki úr gervilloði með hettu. Hann er líka svolítið oversized. Ég keypti hann á naked.com held ég. Naked Fashion. Ég notaði hann rosa mikið þegar ég var ólétt af því ég komst í hann og það er rosalega stór hetta á honum sem er alveg ótrúlega cozy þegar maður nennir ekki að vera með húfu og svoleiðis. Þetta er búin að vera svona go-to vetrarflíkin mín í 3 ár. Þið getið fundið svipaða jakka hjá... hvað heitir það? Síðast en ekki síst ætla ég að sýna ykkur þessu skó hérna. Þeir eru frá Pull&Bear og ég keypti þá af því þeir eru ekki úr ekta leðri. Ég keypti sem sagt eða hætti að kaupa ekta leður fyrir 2 árum síðan eða lengra, ég man það ekki. Ég keypti á sínum tíma af því þeir minntu mig á hérna þykkbotna Docs, þið vitið, og þá voru þeir ekki komnir í veganútgáfu. Þeir eru það held ég núna. Jú, örugglega. Og mér langar rosalega mikið í þá, en ég get ekki réttlætt kaupina því að þessir eru ennþá í svo fínu lagi. Ég gekk á þeim allan síðasta vetur og alla meðgönguna og ég er búin að ganga þeim í allan vetur. Ég er svona típa sem notar svona chunky boots við hvað sem er. Mér finnst flott að nota þá við eins og kjólinn sem ég var að sýna ykkur áðan. Þannig að smekk kjólinn, pinafore dress heitir þetta nú. Ég nota þá við gallabuxur, leðurbuxur, eiginlega hvað sem er. Ég þarf að fara að fjárfesta í vegan dogma alltaf, en ekki samt fyrir en að þessir eru alveg dauðir. Já, mamma er alveg verið búinn. Já, þetta eru þær flíkur sem ég er búin að ofnota síðustu vikur og mánuði. Ég ætla ekki að segja að fataskápurinn minn verði minimalískur, hann á aldrei eftir að verða það. Ég hef rosa mikinn áhuga á tísku og fatahönnun og öll sem tengist fötum. En mér langar samt að fara að deila með ykkur þessari tilraun minni til að kaupa meira second hand, meira sustainable, meira ethical og ég ætla að gera bara sér vídeo þar sem ég fer í svona hugmyndir að verslunum og hönnuðum og svoleiðis. Tips til að nota þegar maður kaupir second hand. Það fer alveg sér vídeo í það og ég hlakka til að gera það. Því ég er búin að fá alveg milljón spurningar af því ég er búin að vera að tala um þetta svolítið á Instagram og fólk er að sýna þessu mjög mikinn áhuga sem mér finnst mjög skemmtilegt. Ég ætla að fara að posta þeim svona fjölbreyttari vídeóum heldur en ég hef verið að gera eða heldur en ég gerði í gamla daga.
Mér langar að vera með meira svona vídeóum, svona það sem ég að vinna í svona verkefnum, svona recycle, upcycle verkefnum, af því að það eitthvað sem að þið viljið apparently sjá, svona DIY dót. Ég rosa mikið fyrir að taka gamla hluti og breyta þeim, gera þá upp og svoleiðis. Þannig að mér langar að leyfa ykkur að fylgjast með því. Svo getur mér dottið í hug bara að elda og leyfa ykkur að fylgjast með því. Mér finnst ég svolítið einhæf í eldhúsinu. Ég borða rosalega mikið svona plöntumiðafæði. Mér finnst ég eiginlega alltaf borða það sama. Þannig að ég kannski prófa ykkur uppskriftir og sýna ykkur það. Mér finnst ótrúlega gaman að taka upp. Mér finnst ekkert endilega gaman að taka upp andlitið á sjálfur mér. Mér finnst gaman að klippa, edita eftir á og já, hérna splungun ég myndavél og fína græjur sem ég langar að nýta. Takk fyrir að horfa á þetta fyrsta vídeo í 2 ár og endilega smellið á subscribe ef að þið viljið fylgjast með. Já, bye!